Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Botnsvatn er staðsett í 130 metra hæð yfir sjávarmáli rétt sunnan við byggðakjarna Húsavíkur. Frá vatninu rennur Búðará niður í bæinn, gegnum Skrúðgarðinn og út til Skjálfandaflóa. Í kringum vatnið er fallegt útivistarsvæði sem er mikið notað leið og vora tekur. Sérstaklega er svæðið vinsælt til göngu- og hlaupaferða en meðlimir hlaupahópsins Skokka eru duglegir að nýta sér svæðið. Við fórum upp á Botnsvatni í fallegu vetrarveðri og hittum félaga úr hlaupahópnum. Þetta að mörgu leyti svona heilagur staður fyrir okkur á Húsavík. Þetta er mikið fallegt vatn, rétt rúmlega 1 ferkílómetra stærð og góðu gönguleið kringu það, 5 kílómetra leið í kringu það, góðu göngustígur og þetta er svona, eins og ég sagði, þetta er svona útivistar, friðland okkar, berum virðingu fyrir því, viljum hafa frekar ósnortið en bjóðum samt alla hjartalega velkomna að koma og njóta með okkur. Og er fólk duglegt að nýta sér þetta svæði hérna? Já, það má segja það. Fólk kemur hérna, vissu kannski bara mest á góðviðrisdögum yfir sumartímann, gengur hérna kringu vatnið, hleypur, sumir er á hjólum. Nú það er veiði í vatninu, það með allir koma að veiða hérna, það þarf ekkert að greiða neitt fyrir það. Svo er nú, mér skilst að þið séu í hlaupahóp sem er duglegar að nýta sér þetta svæði hérna. Já, það er yfir allt sumarið. Þegar fært er orðið í kringu vatnið þá hérna förum við mjög reglulega upp að vatni sem við köllum. Hlaupum kringu vatnið þessa 5 kílómetra og jafnvel niður stíginn með frá ánni. Áin heitir Búðará og þá er þetta orðið kannski svona 10 kílómetra spotti sem við erum búin að hlaupa þann daginn. Gefur okkur mikla næringu. Við reynum að hreyfa okkur reglulega. Við hlaupum saman, gerum stundum teygjur og styrktaræfingar og síðan höfum við verið með 2 atburði, annars er svona áramótahlaup og síðan erum við með bossaslaupið okkar á sumrin á mærudögum sem er yfirleitt síðasta helgin fyrir Vestfjarðahelgi og þá bjóðum við upp á 2 vegalengdir, annars er að byrjum hérna uppeftir, keyrum hérna uppeftir, notum hæðina niður, þetta er svona 100 metrum fyrir ofan sjávarmál, hærra heldur en Húsavík og annarkvort þú velur, annarkvort hleypur beint niður eða labbar eða tekur 1 hring hérna umhverfis vatnið og nýtur og síðan niður. Þetta eru svona 3 eða 8 kílómetrar og hérna við stefnum að ótrúður að halda þetta aftur núna í sumar og bjóðum fólki velkomið að labba með okkur eða jogga. Og hvað er það við að koma hingað að hlaupa? Það er einhvern veginn þannig að maður getur farið brjálaðara heimann, jogga hérna upp yfir, tekið þennan hring í náttúrunni, fundið ilminn á gróðrinum, hlusta á fuglana og hlaupið svo meðfram vatni og niður Búðarástíginn sem að mér finnst vera fallegasta hlaupaleið á Íslandi. Þá einhvern veginn endar alltaf þannig að maður kemur svo glaður heim, bara endurnærður eftir joggið og útiveruna. En það er nú ekki bara vatni hérna, heldur er nú útsýnið hérna á bakvið okkur ekkert að verri endanum. Já, það er satt. Þetta er okkar paradís, finnst okkur. Við náttúrulega þekkjum þetta svo vel og þetta er hérna í okkar bakgarði, stutt frá bænum, örfáar mínútur að keyra hingað og það er fjallasýn hér, það eru og ýmissa örnefni sem við höldum mikið upp á og reynum að festa vel í minni og koma til annara. Og nú svona þegar það kannski fer að halla undir að fara að vora, þá er þetta svæði sem hver sem getur komið og notið. Já, við bjóðum alla velkomna. Hér kemur bara fólk frjálst og gengur vel og gengur frá eftir sig, fer vel með gróðurinn og fer vel með trén og þá eru bara allir velkomnir hingað og njóta með okkur. Þetta er kannski pínlítið svona falin perla, það vita kannski ekki allir af þessu. Nei, þetta er bara kannski stutt síðan að
slóðin var löguð í kringum vatnið þannig að núna komast flest allir hringinn hér. En við erum mjög duglegir við að segja okkar gestum frá þessu svæði og reynum að fara með okkar fólk hingað þegar gott veður til þess að njóta náttúrunnar, tína ber jafnvel og veiða fisk. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.